Fundi framhaldið á Alþingi. Forseti vill fundi framhaldið. Forseti vill upplýsa það fundarhaldið að nú að afloknum atkvæðagreiðslum annað til og með 7. dagskrármálið verður tekið fyrir 11. dagskrármálið aukatekjur ríkissjóðs og mun hæstv. Ráðherra mæla fyrir því máli, en að því loknu verður gert fundarhlé fyrir fundi þingflokka. Svo háttar til 9. til og með 11. dagskrármálið að þingmálunum var útbýtt eftir 1. apríl og þar fyrir leita samþykkis fyrir því að taka málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðslu afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði, drífa sig í sæti sín. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið, afbrigðin eru samþykkt með 53 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og mega þá 9. til og með 11. dagskrármálið koma fyrir. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, lokafjárlög 2016, stjórnarfrumvarp, 49. mál á þingskjali 49, nefndarálit á þingskjali 930, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði sundurliðun 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Viðaukar 1 og 2 eru samþykktir með 56 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Sundurliðanir 1 og 2. Þá verða greidd atkvæði 1. og 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. 1. og 2. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. og 2. grein eru samþykktar með 52 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið innheimtulög stjórnarfrumvarp, 395. mál á þingskjali 552, nefndarálit á þingskjali 933, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum, þá verða greidd atkvæði 2. til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. 1. 2. til og með 6. grein eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið fjármálafyrirtæki stjórnarfrumvarp, 422. mál á þingskjali 604, nefndarálit á þingskjali 932, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum, þá verða greidd atkvæði 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til 4. grein eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 932, töluliðir 1 til 6, eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 5. til 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 5. til og með 13. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 13. grein svo breyttar eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 14. til 16. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 14. til 16. grein eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir þar mótmælum við og sömuleiðis að frumvarpið gangi til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu, fjarskipta, sveitarstjórnar og byggðamála. Stjórnarfrumvarp 389. mál á þingskjali 539.
Nefndarálit á þingskjali 935, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 8. grein eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 935 töluliðir 1 til 3 eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 9. til 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Það er 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég styð þessa breytingartillögu en nefndin hefur fengið ábendingu að yfirfara orðalag þannig ég óska eftir að málið gangi til nefndar á milli umræðna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir tölulið 1 til 3 á breytingartillögu skjalinu. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 9. til og með 11. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. til og með 11. grein eru samþykktar með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði hvorki meira né minna en 12. og 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. og 13. grein eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar, ef ég heyrði rétt. Var það ekki tillagan? Já, og málið gengur þá til nefndar milli umræðna. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, siðareglur fyrir alþingismenn, þingsályktunartillaga 443. mál á þingskjali 629, nefndarálit á þingskjali 1021, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1021 er breytingartillaga frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum. Verða þá greidd atkvæði um tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tillagan í heild atkvæðagreiðslunni er lokið og tillagan í heild er samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis, svo undarlega að það kann að hljóma í þessu samhengi. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið brottnám líffæra, frumvarp 22. mál á þingskjali 22, nefndarálit á þingskjali 1046, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1046 er breytingartillaga frá velferðarnefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 57 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 58 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið, aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp 629. mál á þingskjali 1047, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Ekki bíli.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum aukatekjur ríkissjóðs, númer 88/1991 með síðari breytingum. En frumvarpið varðar dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki. Eins og sjá má af greinargerð með frumvarpinu hefur það þýðingu í samningum við erlend ríki þegar samið gagnkvæm dvalarleyfi og réttinn til þess að stunda tímabundið störf í viðkomandi landi, hvernig háttar til með greiðslu fyrir dvalarleyfi hér á landi. Og í stuttu máli þá hafa íslensk stjórnvöld átt í viðræðum við Japan gagnkvæma samninga á þessu sviði og í þeirri samningsgerð þá hefur reynt á gjaldtöku hér á landi. Það er að segja, það hafa komið fram athugasemdir af hálfu viðmælenda okkar það að það væri óásættanlegt að greiðsla þyrfti að koma fyrir dvalarleyfi á grundvelli samningsins. Þetta er sjónarmið sem við höfum fullan skilning á, enda sé full gagnkvæmni í samningunum þetta atriði og þess vegna er hér komið fram frumvarp til laga að við 32. tölulið 1. málsgreinar 14. greinar laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi: Eigi skal þó greiða fyrir dvalarleyfi samkvæmt 66. grein laga útlendinga nr. 80/2016 sé samningur samkvæmt þeirri grein í gildi og þar sé kveðið á undanþágu frá greiðslu. Þetta er tiltölulega einfalt mál, virðulegi forseti. Ég tel ekki ástæðu til þess að rekja allt efnið hér í greinargerð, en ég tel að þar sé nánar vel gerð grein fyrir þessu máli. Þetta tengist gagnkvæmum rétti og skyldum sem við sækjumst eftir að ná samningum við Japan og ég vil þakka fyrir að málið fái hér að komast á dagskrá og vonast til þess að það fái skjóta afgreiðslu enda einfalt á þessu þingi. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Eins og forseti hafði áður upplýst þá verður nú gert hlé á þessum fundi til fundahalda í þingflokkum og fundinum frestað sinn. Fundinum er frestað til klukkan 15:00 til klukkan 3. Fundinum er frestað.